Hvað? Heyrðu ekki neitt? Nei. Hvað? Vá, þessi aftur fyrir vel að stað. 1, 2. En núna? Þú með þetta tengt? Halló. Þurfum að byrja upp á nýtt. Já, það var volumtakkin á headsetinu. Já, ok. Viltu byrja upp á nýtt eða viltu halda þessu? Viltu byrja þetta svona? Þetta svolítið fyndið. Sjokkariðu hlustendur. Þið eru þeirra gæfu aðnjótandi að vera að hlusta á 91. þátt tímamóta hlaðarsins 2 á topnum með blaðamönnum Oddi og Tóta. Þessi þáttur er helgaður Netflix-þáttunum Adolescence, einhverja þá mögnuðustu og blautustu tusku sem lengi hefur verið slengt framan í áhorfundur. Engu er logið að þjóðin og í það minnsta hálf heimsbyggðin standi á öndinni yfir þessum ágengu erfiðu þáttum. Þannig að við erum að kalla til sjaldheyrðan aufúsugest, sjálfa Guðmóður tekja á topnum, Kolbrún Bergþórsdóttur, blaðakonu, bókmyndadífu og uppáhalds prímadónun okkar, svo eitthvað sé nefnt. Kolla. Þetta er svætt. Já, og takk fyrir að koma. Ég er náttúrulega, þetta byrjar eitthvað neginn ekki alveg nógu vel hjá mér og ég er svo stressar því að Kolla, að miskunnsemi sinni ætlar að gefa okkur hálftíma lífi sínu, þannig að það verður að fara hrætt í þessu þætti. Takk, Kolla, takk. En það er sem sagt, þessir bresku þættir, Adolescence, eru bara út allan heim held ég það sem er mestur að glápa á Netflix. Það er allir að tala þess að þetta líka. Allir að tala þætti og þar með við, en mér skilst það sko það hafa verið 25 miljón views á innan við 4 dögum frá því að þeir fóru í lotti. Það er vera mjög gott. Já, það er ekki mjög gott sko. Og hvað er ekki 98% á Rotten Tomatoes var 100 á tímabili. Jú. Og þetta er náttúrulega ágeng erfið saga en svo náttúrulega er þetta 4 þættir klukkutíma langur og hver þáttur er ein taka sem er nú býsna magnað. Rosalegt. Og svo náttúrulega eru allir leikarar frábærir og allt. Þetta er geggjað stöf sko. Og bara sumrum þetta upp fyrir þessar 2 þarna úti sem hafa ekki hort á þetta. Einmitt, við ætlum að tala þetta hispjuslaust. Já, sjálfsögðu. Spilla og alls konar. En þetta byrjar á því að 14 ára, 13 ára drengur er handtekinn á heimilisinu grunnar að hafa myrt skólasystur sína stungið hann allir banna. Og svo bara fara ýmsir svona hlutir í gang. Já, og við vitum ekkert, við bara sjáum framvinduna þegar lögreglan fer hún á heimili fjölskyldunar og vitum ekki hvað hann á að hafa gert og komumst alltaf að meira og meiru eftir því sem líður. Já, við erum í stöðu kannski foreldrana sem er alveg bara í sjokki náttúrulega. En þetta er náttúrulega brest sem náttúrulega strax er vísbendingum að það sé gott. Já. Og Baby Reindeer, það er svona kannski svipað, ekki efnislega en svona einhver breskir bara háklassa þættir sem eru svona frumlegir og slá í gegn á Netflix. Ég vissi ekkert af þessum þáttum, ég ætla bara að segja þangli ég lasum það í mokanum í pislinum hennar Kollu. Já, hann er sér Kolla. Já, það var nú bara því að Deva sló pislinum upp eins og þarna var mikil tíðindaferð. Já, heldur áttur hafa ekki lesið frumtextan. Ég las frumtextan. Lestu Morgunblaðið? Já, svona stundum. Já, í vinnunni kannski. Já, þetta er nú svo þægilegt fyrir mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann er svo mikill aðdáandinn að hann birtir myndir af pislunum á Facebookinu sínu. Þannig að ég er svona áskrifandi bara að Kollu en ekki mokkanum. En ég meina, þegar mér fannst bara ég las hennar pistilkolla, ég bara sá hana hvað það væri mikilvægt merkileg tíðindi. Þér fannst þetta bara frábær. Mér finnst þetta eiginlega algjörlega stórkostlega þættir og ég harða Baby Reindeer sem er, mér fannst þið fínir en þetta slæri allt út og ég verði að lesa erlenda gagnrýni og þeir erlendi gagnrýnir á virtum blöðum segja nálgast fullkomnun og ég myndi segja það líka. Ég þekki eina konu sem sagði, horfða fyrst áttan og sagði, þetta er svo hægt og mér langaði til að hrista hana til en sjá til, við erum komið með svo mikil athyglisbrest þá alltaf ganga svo hratt fyrir sig. Þarna er atburðarás eins og þegar við farum með drengina á lögreglustöðuna, viltu borða við hvað, og það er alls konar atriði sem að einhver leikstur hefur bara klift burt eða aldrei tekið inn í myndin. En þarna er verið að sýna okkur raunveruleikann og hversdagsleikann. Já, og það er náttúrulega það sem að næst svo ofboðslega áberandi og áþræfna fram með þessari einu töku. Þetta er náttúrulega ótrúlegt að hver þáttu sé ein taka og tæknilega er þetta náttúrulega þrekvirki en einmitt þetta eins og nefnir ég mitt í fyrsta þættinum þegar drengurinn er komin hérna á lögustöðun og hann þarf að afklæðast
og þá eru þarna viðstödd sko lögmaðurinn hans og pappin og hjúkrunarkona eða hjúkrunarfræðingur, en það er læknir sem er sem sagt að skoða drenginn nakinn og hann er aldrei sýndur og líkamstaðan sko, þau standa, maður væri svona sjálfur í svona, þetta er óþægilega aðstæður sko, lögmaðurinn glápur út í loft, horfir í eina áttina, hjúkrunarfræðingurinn hina og þá einmitt, Dóra mín, hún svo klögg, hún sagði sko að þetta er alltaf fáránlega vel leikið og þetta er meira leikafleika því að þau eru að leika hversdagsleikan, þetta er, þú veist, þau eru ekki leikara stellingum einhvern veginn að leika svona persónur, þetta er bara að leika bara hversdagsleikan, bara Já, maður er búin að heyra sko, og lesa aðeins á netinu að þetta hafi allt tekið bara marga mánuði í undirbúning bara að leika þetta, þú veist, þau bara æfðu þetta eins og þetta væri leikrit í rauninni Já, og æft náttúrulega í þaula bara hugsa ykkur, sko, það er ekki þetta að stoppa þú veist, þetta er ekki mismælti neitt hannig og þetta er hann náttúrulega þetta er náttúrulega frábær leikari Stephen Graham sem að leikur pappan og sko semur þetta líka með öðrum manni sko. Hann er bara sína á sér alveg nýja hlið og bara mikla hæfileika og þetta er nú sko engin nobody sko hann hefur verið lengi að hann var í Band of Brothers sættir í uppáldið þér og Bodies sem að koma á Netflix var ekki fyrra, það var eitthvað svona framtíðar dæmi gerist í þremur vítum, ég gafst nú upp eða ég var eftir að klára það og Time, sástu Time-kolla þegar hvað er það sem að deyr alltaf, Sean Bean leikur mann sem að sko keyrir fullur og drepur hjólreiðamann og fer í fangils og hann, Stephen Graham er sérst fangavörurinn sem er svo sem sagt látin svona verða svona agent glæpamanna innan fangilsins með því að hóta því að gera sína sig eitthvað, þannig að hann er svona þetta er ekki fyrsta skipti sem hann leikur mann sem er svona í einhverju klemmu vegna fjölskyldunar Þetta er nefnilega, ég bara er að reyna svona átta mig á því hvað, þú veist, er það myndatakan og ég veit ekki hvað hljóð þetta er sími minn Já, þetta er bara nútíma tækni sem að treður sér inn í nú var þetta ekki sama batsmóri sem hringir alltaf, þetta var sýsti mín En að því að þú veist, fólk sem er með bara, að því að það er allir konum með þessum mikið athyglisbrest og get ekki horta neitt á þess að vera bara í símanum en þarna, þá er þeir, að því að þetta gerist allt bara á sama, þú veist, í sama skotinu þá er alltaf, þú veist, alltaf að fá aðeins meiri og meiri upplýsingar, þú veist, maður veit langt ekkert í byrjun hvað þessi strákur á að hafa gert Nei, akkurat, hann segir ég gerði ekki neitt og maður eiginlega trúir honum að því að þetta er frekar, þetta er sætur strákur mjög sakleysislegur og hann er svo harður á því sko, þú veist og segir, ég gerði ekki neitt og maður er nefnilega nákvæmlega þar Kóla. Ég var bara, ég held þetta er svona þáttur þú veist, að maður er að reyna átt sig hvað er þessi þáttur, að hvað er svona hver er megin boðskapurinn og ég held að þetta er eitthvað svona, þú veist, hér er strákur sem er þú veist, grunaður á ósekju einhvern hræðilegan glæp og ég held að jafnvel annanni að síðastu þáttur myndi enda á því en þetta fer í alltaf svo sko er þetta ekki einu sem sko hútaði neitt sko það er bara í lok fyrsta þáttar þá er bara að fá að sjá bara eftirlitsmynda tökku þar sem hann sést drepa stelpunar sko þetta moment þetta er bara mögulega eitt bara best hefna atriði sem ég hef séð í sjónvarpsþætti bara ever sko ég náttúrulega þetta þessi tveir sem ég eftir að horfa verða núna svöktir nei það fólk á að vita það hér við tölum allt við reyndum að vara við þarna rétt á hann en fannst ekki, þú veist Kolla, hvernig fannst þetta, þú veist ég var máttlaus eftir að horfa á fyrsta þátt í öðrum þætti það sem ég fannst taka svo einstaklega vel var þegar löggan fer í skólan það er allt í upplausn skólakerfið er greinlega í rúst það eru vanmáttugir kennarar en mesta snildin fannst mér vera þriðji þátturinn sem að mér fannst hreinlega bara sko meistaralegur þegar drengurinn, sko í 50 mínútur sjáum við drengin og sálfræðingin sjáum við að valla nokkra aðra vera að tala saman og þvílíkur leikur hjá þessum unga dreng Já, ótrúlegur og mér skilsvíst að þetta hafi verið fyrsti þátturinn sem þið tóku upp sem er rosalegt, sko, sem er ennþá galið það er ljómar bara algjörlega galið og hann er 15 ára hann Owen Cooper, hann er 14 ára þetta tekið upp, aldrei leikið áður og það er náttúrulega bara að fara að tala um hann sem eitthvað ótrúlegt náttúrutalent og þetta er svona ágætt
Ashley Walter sem að leikur lögguna, hann sko segir að það að horfa á hann sko að gera þetta eins og að horfa á Lionel Messi of acting, þetta bara Messi taktar í leiklist sko. Þetta ótrúlegt og sko leikarinn sem leikur föðurinn algjörlega frábær og ég táraðist og grét í lokaatriðinu í þriða í endan en ég verð að segja sko, jafn stórkostlegur og hann í hlutverki föðurinsins, þá finnst mér þessi drengur einmitt eins og þú segir sko þvílíkur talent, þvílíkur hæfileika maður þetta bara sko, maður hugsa undrabarn í leiklist en maður hugsa líka hvernig á hann að geta endurtekið þetta það svo góður af því að svo serien í rauninni hún í rauninni svolítið byggðu upp svona eins og fyrsta þátturinn, þú veist við fáum alltaf að vita meira og meira hvað að vera og í þriðja þetta einmitt þegar maður kemst að því bara og ég ennþá að reyna að melda þetta sko því ég bara nýbúin að sjá þriðja þáttinn þú veist það kemur náttúrulega ljósa að þetta alls ekki drengurinn sem ég heldum að þetta væri í fyrsta þætti bara alls ekki hann alls ekkit eitthvað saklaus og það greinilega eitthvað mjög mikið sem hefur átt sér stað í lífi þessa drengs og hann greinilega haldinn hvað þetta, eitthvað persónulega röskun ég veit ekki útskýrið þetta fyrir mig ég held að segja engar greiningar eða neitt þannig sko hann náttúrulega bara ráðvilt týnt barn eins og öll börn eiginlega í dag og hann tekur á móti allskins skilabóðum mér fannst alltaf líkil spurning sálfræðings til hans þegar hún spurði áttu vinkonur og hann á engar vinkonur af því hann með ranghugmyndir konur kemur frá umhverfinu og af netinu og allstaðar frá hann ekki haldinn einni persónuleikar þetta hefði í rauninni getur verið hvaða ungi drengur sem eru það skilabóðin? Já, sko ég veit ekki hvort það skilabóð í þessari nei, það verða að sína sko, þessi þættir sko, spyrja ótal spurninga og það kannski engin svör þetta skólakerfið, þetta foreldrarnir þetta internetið og samfélagsmiðlarnir það var nefnilega einmitt í fjórðaðætinu þegar þau eru svona við bara, þú veist, hann vantaði þetta hann vildi tölvu, við gáum hann tölvu við gáum ekki verið að fylgjast með honum alltaf skilju þetta var svona en ég held sko ég vil ekki kasta nokkur sög á foreldra þarna finnst mér ekki sko, það er eitthvað stórkostlega í umhverfinu, í menningunni og öðru og þetta sýnir okkur það þarf að passa ungmenni alveg óskaplega vel vegna að þessi drengur, þetta ekki illa gerður drengur engan veginn en bara svo klára aðeins fyrsta þáttinn þarna þegar að þeir bara feðgar þeir bara fá að sjá þetta myndband eftir upptökuna sko ég, þetta náttúrulega krandi föðurhjartað í mér alveg gjörsamlega vegna að pappans náttúrulega bara veit ekkert, hann alltaf bara hvað í gangi og svo bara ég hef nú sagt það áður sko að það er reynslaði að vera foreldri sko á alveg góðan slatta börnum að sko ég held að það tvennt sem að foreldri óttast með það í fyrsta lagi að einhver gerir barninu eitthvað og svo hvað getur barnið mögulega gert öðrum og ég veit valla held ég hvort verra akkurat Tóti, þetta var akkurat og þarna færðu að sjá einmitt kannski hliðina sem minna verið sína það sko áfallið sko það barnið gerir bara eitthvað hræðilegt bara drepur aðra mannesku og sko pappin alveg bara held ég fram á síðustu mínútu þess að þáttar bara þetta eitthvað, þetta miskilnir þetta eitthvað rugl og svo bara þegar hann sko sér þetta ímynda bara hann snýr svona baki drengir hann bara sjokki sko, og bara hann þarf að horfast yfir þetta og það var mikið gert úr pappanum mikið svona áhersla í þáttaröðinni þessum 4 þáttum á pappan og hans einhvern veginn barnasku lífsreynslu í gegnum föður sinn sem að var einhvern veginn verið svona hann var í þessum samræðum hann í síðasta hætti að hann hefði upplifað þarna eitthvað pappa sínum og hefði þess vegna ekki viljað koma þannig fram við són sinn þannig að það var svona í að hann var alltaf því meðvirkur kakvart sinn sínum sko, hann náttúrulega þetta náttúrulega nálast jafnaldri minn þessi pappi sko og það tíðkaðist nú í 70s og 80s og fyrir náttúrulega bara berja börn og hann var greinilega, þessi pappi var mjög öflugur í líkamlegum refsingum afi stráksins og ég nú líka með alveg kenningu í gangi sko að sko þessir aumingjar sem að börn í dag sko, það eru börn ex-kynslóðurnar minnar sem að við erum búin að vera vand okkur svo mikið við að vera ekki svona vond við börnin okkar eins og aðrir voru, eða fóreldrarnir okkar voru vondir við okkur innan gæslafa þannig að þetta náttúrulega þau þola ekkert sko
þessum ekki búið neitt hann að kynlíf í sjónvarp og bíó, þau getur ekki eins og hort á kynlíf sko, það eitthvað sem er ágjöfið en nei, þetta er það er svo margir vinklar, margir ángar já, svo er líka að segja sko, maður þarf að vita aðeins meira og meira, en svo er hellingur sem við fáum aldrei að vita, það eru líka eyður sko, en það er náttúrulega ég held að það er náttúrulega leynir sér ekkert að þeir eru náttúrulega svolítið, tónninn er svolítið hann hefur nú sagt að Stefán Graham að þessu náttúrulega líka komin upp umræðu í Bretlandi sko, hvort þessi byggt á einhverju raunverulega máli sko, og er að reyna að hita upp í svona baby reyndir deilu sko, en þeir hafa sagt að báðir Stefán Graham og meðhöndurinn að þetta er ekki byggt á neinu máli eins og þar fekk hann held þessa hugmynd Stefán Graham að því að honum blöskraði aukinn tíðni hnífstungu árásar hjá börnum og úlingum í Bretlandi sko. Þannig að þetta er byggt á raunveruleikanum en ekki einstöku máli sko. Svo er einhvern veginn sama umræða í Íslandi núna ofbeldi barna og þetta er einhvern veginn mér finnst að þetta sé einlega skyldu að horfa á þennan hátt bara á þessa þætti að því við búum í þannig samfélagi að sko börn er að drepa börn er að meiða börn og þú getur eignast barn sem meiðir önnur börn eða bara fullorðna þess vegna eins og dæmir og sko það er spurning hvort það það er náttúrulega ekki hægt að skylda fólk til að horfa á þætti en ef það ætti að skylda einhvern tíma að skylda fólk til að horfa á þætti þá er það þessir þættir ég held líka bara ef þú hefur eitthvað metna sem foreldri að vilja kannski sko bæta þig eða svona kannski þetta er svona bara fræðslu myndband öðrum þræði sko. Og einmitt náttúrulega loka atriðið er svo bara Kolla segir sko það bara var ekki hægt annað að tárast þetta er bara hryllilega átakanlegt og það er einmitt þessar samræður foreldrana bara hvar klikkuðu við en sko í rauninni brugðust þau ekkert og þau voru ekkert að ala upp neitt skrýmsli sko og þetta er náttúrulega sko það er rosalega erfitt að vera foreldri og ég hef svo mikið spektrum sko það eru 30 ár síðan ég var fyrst með unga barn og á fullt af barnum og það er erfiðar að sko vera með barn á skóla þetta í dag heldur en það var þegar þú varst að byrja í skóla sko, bara allt öðru sig og þetta verður alltaf bara flóknar og erfiðar að fylgjast með hvað barnið þetta er að gera sko. Þú veist þegar ég var búin að loka minn í herbygginu mín ég var krakki eða úlingur þá ég gæti mestarlagi verið að sko, hlusta á plötur eða útvarpið og lesa teikna eitthvað sko. Þannig að þeir náttúrulega bara loka sig inn og eru bara með allan heiminn fyrir augunum og helst að ógeðslegasta og það var náttúrulega fókusin er svolítið á náttúrulega unga drengi og þetta Andrew Tate fíplatna og einmitt, maður hefur heyrt þetta einselja, það er náttúrulega bara skín í gegn eitra kallmennskan og þetta dæmi og einmitt þetta væli það hann er með þessa klísju grillu hvað 80% kvenna viljið þrái gyrnis bara 20% kalla sko, þannig að vera svo margir út undan það er þetta einsel sko það er kom ekki bara hlaupandi í fangjaðum en sko þegar ég var að byrja að deyta svona, það vildi man ekki þá var bara step up your game pröfa að fara í bað eða breytum klippingu og reyna að vera aðeins meira sjarmerandi eða skemmtilegur sko. Það verður bara statistíka þegar einhver Andrew Tate segir þetta sé svona þetta er náttúrulega bara rugl. En hvernig, mér langar svo að því að ég er náttúrulega þið viti hvernig ég er ekki beint skíniborinn skepna alltaf sko með þriði þáttin sem ég fannst eiginlega standa upp úr ég er algjörlega hann er mistarlega hann er algjörlega mistarlega í lokin þegar hann er dregin út þarna brjálaður og hún situr þarna eftir og hann er brjálaður og hann segir líkaði við mig það var átakanlegt það var líka þannig er ungu drengur hann þráir viðurkenningu hann þráir segði mér að sé allt í lagi með mig að þú kunni vel við mig þrátt fyrir allt og það er punkturinn sem þetta afhjúpar eiginlega kannski allt sem er að sko, hann alltaf, ég er ljótur alveg eðlilegu strákur sko, hann kom með það í hausuna að sé ljótur sko. mjög sætur strákur og náttúrulega búið að eitthvað net eineltan með einhverjum tjáknum og emojis og svona stimplan incel bara og sko þá er hann svo desperat að hann enda með að spyrja sálfræðingin bara en fílar þú mig? Finnst ég bara, hann var bara hún var fagmaður ég er mikið bara, hún þurfti bara að segja mér finnst þú bara perlega sætur eitthvað sko einmitt, hann var alltaf akkur segir ekki viðurkenningu, hann þráði einhvern veginn og maður sko í þessum þetta afhjúpaði sko all þessi örvending sem hefur búið innræð með hann svo lengi að því honum finnst honum vera ómöguleg manneskja og innibyrði reiði
Já, og þetta er náttúrulega þetta er með náttúrulega fyrir augunum alltaf þessi krakkar, náttúrulega bara eitthvað falskan veruleika og svo bara, sko, fullorðna fólki er ekkert undan þegar þessu og veist, bara svona veist, það er allir kallar á TikTok, Instagram einhvern veginn ríkari, flottari og eiga betri bíl en ég og eitthvað bla bla bla. Það eru margir sem búa bara í þessum netheimum sko og hafa algjörlega bara og þetta er náttúrulega bara pakk sem er náttúrulega sko í fyrsta lagi er náttúrulega sko ef það er ekki heimst þá er náttúrulega bara líður illa og er ómöld en náttúrulega það sviðsetur sig fullkomnu húsmaður sem er alltaf sko gera eitthvað geggjaða rétti og dót og alltaf stífmálaður og bara það er ekki blettur á þeim og allt húsið, allt spottlega sko. Þetta er náttúrulega sviðsetning, þetta er raunveruleika sjónvarp sem að þú ert alltaf að horfa á sem er engin raunveruleiki sko. En svo bara við erum svo samdönu þess að mann finnst þetta bara að þetta sé svona og ef að fullorðna fólki ræður ekki vita hvað er þú veist, þetta eru persónuleikar í mótun sko. Já, akkurat 13, 14 ára 15, 16 ára krakki veit ekkert hver hann er, hvað hún er og ekki neitt. Þetta er nákvæmlega að nota orðin Tóti sem ég ætlaði að nota sko. Þú ert ungur, þú veist ekkert hver þú ert Nei, veist það ekkert ég er rétt svo missa af þessu samfélagsmiðlum, þetta er bara rétt byrja að koma þegar ég er alst upp sko. Þannig að ég tengi til þess ekkert við þú veist, ég þó ég sé ungur og allt það það er alltaf erfitt að vera ungur og það er alltaf verið erfitt sko. Erfiðara en einmitt núna Er þetta í rauninni bara þessi séri er í rauninni drákveði svona aðvörun einhvern veginn bara vegna stöðu einhvern veginn æskunar og barna og krakka í þessum samfélagi sem við búum í Já, og kannski svona, ætti að vera eitthvað svona wake up call sko. Gallin er að bara eins og með þetta og bara raunverulega atbyrðið að gerist eitthvað hræðilegt stökkva allir upp, nú þarf að gera eitthvað börnin okkar eru vansæl, það er allt ómögulegt svo bara fjarar þetta út sko. Þannig að við erum ennþá bara svo opaslega upptekinn þess að þáttum eru svo góðir og við erum bara eitthvað svona hrifnæmis tilfinningarússi við vorum bara að gleyma þessu í apríl sko. Þá eru bara komin einhver ný serja og krakkarnir gleymast alltaf bara inn í herbergi með símana sína Við varum að horfa á Slow Horses sem eru frábærir Já, er það að koma núna? Já, ég veit ekki alveg hvernig það er að koma en það er búið að gera tvær þáttur á þeirri viðbót Og það er náttúrulega óbúslega erfitt að stjórna þessu sko tímanum sem við notið þetta hvað þau eru að skoða þetta getur gert mann geðbilaðan sem foreldri sko og þetta er að koma upp þessi þáttur að kemur núna á sama tíma og það byrja sífellt fréttir hérna úr Breiðholti og fleiri hverfum fleiri löndum og borgum þetta er svolítið júniversalt sko af því að það er allir náttúrulega meinið þeirra sama allstaðar sko Nei, þetta er ótrúlega því ég náttúrulega hef líka aðeins svona pröfað að vera alkoholistu og vera fíkin í áfengi sko litli strákurinn minn sem verður 30 ára á sundaginn, hann komst í iPad einhvern tímann daginn og var bara eitthvað að líka sko, hann er 30 ára og hann getur líkuð sko flett á milli myndbanda, þetta er svo einfalt sko 2 dagar og svo þegar þetta var tekið á honum hann trilltist sko, gjörsamlega galinn, það var bara eins og ég var þegar ég var sko, ég mjög virkur í drykju eitthvað, ég bara kom að tekið rauðvinsflöskuna af mér hálf kláraða, maður brjálast og þetta er ótrúlega fljótt að sko negla sér inn í heilan á okkur, börnum þannig að reyna að stýra þessu er bara meira átta mál sko og ef að þú ætlar að vera ábyrga foreldrið annarkvort eitthvað, já, færði ekki snjallsíma fyrir nú 16 og en 10 ára krakkarnir er allir með síma sko þá ertu að gera krakka einhverju svona alveg upplöðu einheltiskeisi og einhverju svona fráviki í úlingaheiminum sko þannig að þetta er alveg rosalega flókið ég bara man ekki eftir einmitt seríu bara alltaf að segja þetta aftur bara það sem að persónu uppbygging og svona persónu sköpunin hún bara svona það er auglust pæling með öllu sko bara fyrsta þætti, öðrum þætti, þriða þætti og fjórða þætti með strákin og pappan Já, en sko fjórði þátturinn, ég vil að segja hann kom mér óvart þetta var ekki sjónarhorn sem það búist við og ég hef sagði býtu að hverju er þessu og þetta er voðalega hægt svo skilur maður þegar að líða á ok, það verður að sýna manni viðbrögð hvernig fjölskyldan, hvernig hún er að lifa, hvernig hún er að reyna að taka á þessu og sá þáttur sem að ég lesa einhver hafa sagt að það verði svona sístur á þáttunum en sko hann leynir rosalega mikið, hann leynir nefnilega mjög á sér og hann kemur svona meira kannski lægist af manni eftir á þessi þriði þáttur, þetta samtali maður er sitt bara, vá og maður er að taka svo margt maður er náttúrulega bara dást að samleiknum leiknum hjá stráknum og reyna líka að meðtaka það sem er í gangi sko. Það eru 2 atriði í fjórðættunum sem ég var til að tala um sko. Það er þegar hann hringir í pappa sinn og þau eru í bílnum
hann vill bara tala við pappa sinn ekki við mömmu, já. Er það ekki einmitt út af þessari svona meðvirkni í pappanum þú veist út af því sem hann það er ástæð fyrir að hann vilja pappan sinn með sér hann lítur upp til pappa síns hann vill, já hann vil hans samþykki er hann alltaf auðvitað mengar af þessari eitruðu kalla menningu að þú hlýtur að leita til kallsins sko. og það er eins og þegar hann fréttir að mamma sé í bílnum þá hugsa maður, ef hann hefði vitað það þá hafði hann ekki ringt Nei, og þá var hann alltaf ekki sagt það sem hann ætlaði að segja og ég var svolítið fúll út í mömmuna okkur helst ekki kjafti þú leiður hann bara að halda hann væri á trúnu með pappa sínum sko. og hann fljótur að skella á hann og þetta er svona ég upplifði þetta fyrir höndstráfsins eiginlega eins og sko trúnaðabrot en alltaf kallinn 50 afmælisdagurinn, sonur hringir fangelsinu maður byrja ekki, hörru, ég er með móðurinni og systur þú veist, bara nýta tíman þetta var óþægilega, hann leið óþægilega Já, svo sko var hann aðrið það sem hann í byggingavöru versluninni og það kemur hann ungu maður og bara við styðjum því það augljóst við vitum alveg að hann gat ekki hafa gert þetta ég meina, þessi stungusár ekki alvöru og eitthvað svona þú veist, hvað var það bara einmitt bara til þess að berja inn hennar punkt að það var fleiri hann að followa hennan incel-köst Já, og líka bara þú getur tekt þetta dýpra þetta er líka bara þessi afneitun á fréttum og staðrendum þú veist bara ef atburðir að fréttir eitthvað fall ekki að því sem að þér finnst þá þá bara hann alltaf að tala hann eins og rétt að meina fræðingur þykist eitthvað njóli sem að selja málingu bíkó allt í nú veit allt hnífstungur og eitthvað bla 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 en það er sko líka þessi þáttur náttúrulega líka snýst hvernig samfélagið kemur fram þetta fólk þetta er náttúrulega 3 blásaklar sem manneskur mamma, pappa og systirinn það er enga þátt í þessu það er verið að spreyja eitthvað ógeðs orð á bílinn hjá honum og þú getur náttúrulega allar látið sjá sig sko og ég veit ég svona áhyggjur fyrir hönd pappans að nú hann fyrir aðkasti í bíkó en þetta var eiginlega verra sko þegar kemur einhver bjáni og fer svona bara að réttlæta það að sonurinn hafi drepið eitthvað og var að crowdfundið nú bara fyrir góðum lögmann það verið fullt á okkur sem eru tilbúinir til þess að henda peningum í þetta og þetta er náttúrulega bara svona þetta er bara skelfilegt ég er bara mest ánægð með hann hafi ekki bara drepið hennan apa þarna en er líka annað í þetta hann er svo ákafur í því kallgreið, píparinn, pappinn að reyna að halda í bara venjulegt líf, þetta er 50 samvæli mitt og nú ætlum við að fara í bíó þau geta ekkert gert, þau geta ekkert annað að bara loka sér inn en það endaði bara með bara að poppa og horfa á spólu sko og það er einhvern veginn mamma vill bara flytja til Liverpool og svo dóttirinn böndin á að það er engin laust sko, þau geta ekkert farið þetta er alltaf bara þetta er allt í köku, lífið er ónýtt sko en þá er hann svona pappin líka einhvern veginn að reyna einhvern veginn að láta hlutina ganga og hann gæti ekki annað að fara í meltdown, kall greið sko, þetta er alveg vonuleg sparata Haldið að, þú veist, þetta sem sjónvarpsefni, þú veist, núna er allir að tala um þetta í eitthvað, nokkra daga, kannski nokkra vikur, max þetta er kannski fárlega spurning, ég held samt að spyrja, haldið þetta geti breytt ykkur, þú veist, ofna ykkur umræð Já, þetta breyti kannski örgulega engu allavega ekki strax í stóra samhenginu en bara ef einhverjir horfa á þetta og meðtaka eitthvað og reyna bara kannski að kíkja inn í herbergið ekki bara, já hann er bara rólegur lokaður í herberginu sinni, heyrist ekkert í honum, allt í góðu sko og sinna þeim bara líka svo hann var að segja, hann að kall greið sko hann var eitthvað duglegur að fara með hann á fótbolta og eitthvað spilum fótbolta og svo bara var alltaf meira að gera í vinnunni sko alltaf bara, þetta gerist alltaf þess vegna finnst mér svo frábært að vera núna 54 atvinnulaus með lítinn strák ég hef ekkert tíma en þetta er lúksus sem að fólk getur ekki veitt sér svo er þetta segir okkur líka það sko, að barn sem drepur er ekki vont barn Nei það er ekki skrýmsli þetta er ekki Damien Omen nei þó sé kannski til einhver slík en það eru það áreitið á börn er svo skelfilegt og eins og við hefum sagt þú veist ekkert hver þú ert þegar þú ungur Nei. Og það líka sko hann náttúrulega hvað búin að vera hérna í varðhaldi svona þetta er bara svolítið eins og hérna á Ísland og bara eins og allstaðar sko það er náttúrulega ekki til úrræði fyrir hann er geimdur á geðdeild með bara öskrandi keisum sko og er að kvarta yfir því og hvort geti ekki fengið að fara í venjulegt fangelsi allavega sko og svo líka þegar sko, skólinn allt í upplaust sko
skólinn, það var algjörlega sláand en þetta alveg svo hér gerast ykkur hluti sko hérna kerfið og allt kerfisliðið hvort sem að í menntakerfum hvað það alltaf bara reynt að breiða yfir allt sko þangað til að gerist eitthvað bara óviðráðanlegt, hræðilegt sko en alltaf að reyna að láta lítið úr allt í lagi og samræðina sem að lögreglumaðurinn átti þarna við kennarann hann sem var bara, ég bara tútur sko, ég er æfingu, ég veit ekkert hvað þessi krakkar að tala já, svo var það gufa þarna kona sem tók á mótum og var að leiða skóla, hún var svona talsfígúra einmitt kerfisins, það bara alltaf þóknast það var nú, sko, við megum ekki vanmeta leikonuna í því hlutverki að hún var einlega algjörlega stórkostleg líka við höfum öll unnið með svona típum svona guðum sem já, vil ekki kaffi og eitthvað meira sem get gert og eitthvað þú veist, og alltaf að nálum hún var alveg þóknast öllum og allt ég hef borðið sér rennislétt og allt sé nú alveg í lagi alveg það var pínuldi svona komik líf að hafa hana þarna, þú veist hérna. En þó það væri sko mjög alvarlegur undirtónn í sambandi við hana þá var hún einhvern veginn bara, hún var svo raunverulega eins og allar personur, það var alltaf að ímynda sér leikonu verið að leika þessa típu nei. og svo var meira þess að lögreglumann hann átti bara greinlega einhvern vandræða með svona sinn alla hannu hann fannst hann alveg frábær líka sem að lék lögguna sko og hann er svona rosalega fitt og svona massaður gaur sko, skýrtan var að rifna undan upphænd þess að við honum sko harður gaur sko og þá var sonur hann svona alltaf bara hérna eitthvað læðist með veggjum í skólanum laður í massíft einelti og alveg í henglum og þeir greinlega sko tala ekkert mikið saman þegarnir, þarna er líka sko fjarlæg hann kemur að þessu lögga og svo fer hann inn í stofu með sinnum og þá er sonur hans túlka fyrir hann hvað emojiin þýða og allt þetta sko og það hefur kannski verið betur fyrir strákin að taka þetta samtal bara heima sko ekki að láta alla krakkana sjá að hann er að skvíla í lögguna sko þannig. Og líka þessi bresku formuleit hann mætir hann inn í skólastofu það sem sonur hans er og það hefur verið að niðurlega sonars Hong Kong gera svína hljóðin og allt það fyrir framan hann en að því þetta er Bretland, þú veist, þú ert í vinninni þetta er formulett og official hann getur ekki sagt neitt, hann bara verður að segja oh that's alright, ok, svo bara heldur hann áfram bara eins og ekkert hafi í skori, þetta er allt svo kallt sko. og það var líka hann í fyrsta, allt svo kallt öll samskipti sko. sem rosa brest þau náttúrulega, þeim fóruðum hans morðingja, þau fara vestu þessu hvort þau er vanrætnan sko. en svo eru bara að sjá bara öðruvísi vanrækslu náttúrulega hjá löggunni gagvart syninum sko, það er enginn að tala saman sko. Nei. Og líka hnauti líka svolítið það þegar hann pappin er hérna í restina sko, ég reynda komin í fótbolta sko, hann var svo lélegur sko og þá var strákurinn hann var svo glatan og settur í mark skammaðist og hann talaði þetta við sálfræðingin og svo líka, og svo reyndi ég að koma í boxi sko, þannig ertu náttúrulega að reyna að láta barnið eitt fara út í eitthvað að gera eitthvað sem að það kæri ekki ræður ekki við lefa börnum að vera þau sjálf sko á meðan þau eru að finna út hver þau eru sko Já, þetta er, manni finnst þetta svona smá niðurdræmenda þegar maður veit náttúrulega af öllum þessu samfélagsmiðlum og öllu þessu hatri sem er að koma upp sérstaklega með núna í garð kvenna og svona og náttúrulega minnihluta hópa og svona og þetta er ekkert sérlega upplíkandi kannski Nei. Raunveruleikin er ekkert rosalega peppandi svona dagstæðan Já, það er svolítið vissinni og það er líka annað sem hann þessi Asley Walter sem leikur lögguna sem talar strákin sem Messi hann var líka að segja bara sko hvernig ferðu að því að túlka þessar tilfinningar og síðan þegar þú eiginlega veist ekki neitt þú ert ekki búin að upplefa neitt sko tilfinningagreindin í þessum dreng lítur að vera svona vel yfir meðalagi á skalanum sko Þú veist, hann leikur eins og hann sé hókin á lífsreynslu. Ég býð spennt eftir sko verðlaunaathöfnum. Já. Það hlýtur að raka þessu. Sjónvarpsverðlaunum. Þessi þættir, það er ekkert sanngirdi, það væri ekki sanngjarnt ef að þessi þættir myndi ekki sópa sér verðlaunum. Já, þau eru svo eðlileg, þau leika hversdagsleikan og virðist algjörlega áreynslulaust, en náttúrulega það eru þrótleysar æfingar á bakvið þetta og svo hvað ég þegar að tekið sko tekið hvert þáttu 4 sinnum sko áðurna, svo var bara valið hvað upptaka væri notuð sko ok, ég vissi það ekki en það er alltaf að tala um það að það er bara búið ákveða að þau mun bara náttúrulega raka inn Böftonum og Emmyonum og öllu þessu sko og svo er líka að vera að tala um sko þau þetta líka hirðægilega bara flest tækni verðin líka þetta er náttúrulega þetta er einhver drónaskot og þetta þurfti rosalega yfirlega útsjóna sem við ætlum að gera þetta
svo þarna í restina var ekki restinum á öðrum þætti þegar að elta hérna strákurinn hleypur úr skólanum og löggan hleypur á eftir svo bara eru hleypat út alla trissu sko og ná einhvern veginn enda aftur við skólan, þetta alltaf bara þetta eru fárulegt. Er þetta að fara að gerast núna þegar fyrir að kemur Baby Reindeer og þú veist núna kemur þessi sería svona Netflix svona fullri virðing fyrir Baby Reindeer það finnst mér þetta er miklu já, en það var sko, svona atbrásin endurtöki sig sko, Baby Reindeer náttúrulega lagðum þessu umræðina og hirti svo flest verðlun sem að þeir gátu unni sko. Og þetta er bara alveg eins það er sama að gera þetta ætti að verða alveg eins já, sko árið er nú allar rétt og allar hálnað en hérna það er hverfandi líkur að það kom eitthvað á þessu ári sem að komist nálætti að toppa þetta þú sé líka bara viðbröðin, þetta eru 4 dagar og þetta er bara út allan heim eru bara 25 miljón gláp er alveg slatti ég man ekki eftir að seri hafi bara svona talað jafn mikið inn í samtíman og bara svona vandamál samtíma sem er þetta með börn og samfélagsmiðla og allt þetta tótt sko. Og bara akkurat þeirri umræðir eiga sér staðina heima þetta er eiginlega sturla, þetta er ótrúlegt moment en svo er annað, ég glemt að komið á hann þegar Kolla var að tala um að þetta er ekkert barn illt sko. Minnum við sko á Hitchcock-myndina The Robe sem var nú líka að tala um að væri ein taka en Hitchcock klippti samt aðeins á millin hún gerist öll í sama rýminu sko. Og maður byggði á sönnu máli Leopold og Loeb sem að langaði svo að tveir yfirstjættar strákar sem langaði að pröfa fyrir morð og drápuð yngri strákurskólanum sko. Og það náttúrulega blasti við að þeir átt að fá döðarefsingu en þá réði familíuna Clarence Darrow konung lögfræðinar í Bandaríkjunum og hann bjargaði þeim frá rafmagnsstólnum með því að hann eiginlega dróf sko samfélagið fyrir dóm hvernig samfélag býr til einstaklinga sem að gera þetta kannski byrjar svona einhver social realismi í réttarsölunum en það náttúrulega og það er ekki, klárlega ekki þessu tilfelli ekki foreldarnir sem að skapa þetta skrimsli þetta er umhverfið, samfélagið og sinnuleysi og vanræksla og mörgum póstum sko. Og ég meina þegar þú ert barn þá ertu óskaplega áhrifagjarn einstaklingur það er svo auðvelt að og þú kannt ekki fyllilega skil á hvað er rétt og hvað er Nei, og líka sko, þetta ég held ekki að sé alltaf að koma inn og meiri fjarlá sko, að skilja afleiðingu gerða sinna hann er ekki kannski, og kannski hann í restina þegar hann ákveður að breyta plead guilty sko hann er kannski sko, þannig er hann eitthvað að þroskast og eldast og er þarna að horfast í augu við gjörðir sína sko að því að líka svona, í fyrsta hættum sko, bara ég ger ekkert ránt sko og þau laga að segja þetta er ekkert að fara sko þú veist, það er svo getur bara svona hummað fram að þér sko þetta er bara eitthvað svona minnast að skamma eftir og þar var maður ennþá allan tíman hugsið ykkur, það var maður ennþá allan tíman nei, hann gerði ekki það var alltaf svo möguleik í huganum kannski þegar maður horft á svo marga svona þætti að það er einhver óvænt uppljóstrun í síðasta þætti maður heldur þetta er þannig sko eða vinirnir hefur sko í rauninni sko 18 út í þetta og væri rauninni meira ábyrgir heldur en hann sko eitthvað slíkt sko en þannig séru sko dýftina í því að þú vilt ekki trúa því að barnið þitt geti gert eitthvað svona þú átt ekki svona barn, þú vilt ekki trúa því að barnið í sjónvarpinu hafi gert þetta sko þetta risti það djúpt, það er svona sjokki sem pappin fær þarna í lok fyrsta þáttar er náttúrulega þetta er bara, maður er eiginlega bara lamast fyrir hans hönd bara. Er ég að gera mikið úr því að þeir hafi verið að reyna að kera inn hennan punkt að pappin hafi verið þarna beitur ykkur á ofbeldi og svona hans áföll hafa einhvern veginn svo bara einhvern veginn skila sér í þessu uppeldi Mér finnst þú vera að gera mikið úr því ég held það sko Ég er að ofhugsa Já, en svona samt kannski bara svona fyrir bara alveg bara kynslóðina þá veit ég það bara sjálfum mér að við erum foreldrar sem eru foreldrar nú í dag eru upptekin að því einhvern veginn að vernda börni sín fyrir öllu og það er oft talað börn núna sem jafningja sko, fólk er mikið að tala við börn að jafningja grundvelli sko sem er mjög merkilegt og þessu líka bara það voru heimurinn orðin hættulegri en samt er maður líka svifta barni sitt sko því að fá við vorum alltaf að þælast á okkur svona nýbyggingarsvæðum og við vorum að leika okkur í kringlunni og vera byggjan og svona gengum laus tóti og við vorum alltaf þanniglega í lífsættu alla daga einmitt og læri líka því sko en það, þetta er ég held að einmitt maður ekki
Já, en það líka orðið þannig nútímanum sko að það svo börn alist aldrei uppi það sko að eitthvað gert á þeirra hluti að þau eigi rétt á að fá skaðabætur og þetta líka reyndar á viðum fullorðið fólk. Áföll, ég verð fyrir áfalli, hver ætlar að bæta mér þau? Já, vilja allir fá bætur. Alveg saman hversu stóri að lítill skaði. En lífið bara ekki þannig. Og þau eru einhvern veginn, verðast vera svona háðari foreldrum, sko. Núna komin rosalega svona, sem var ekki þegar ég var lítið, svona skuttmenning. Þú veist, foreldrar bara sækja börnin sín út allt, skuttla út allt, sækja, skuttla. Þú veist, það bara, börn taki, eða þú veist, verðast ekki geta að tekið strætó. Nei, það líka samt, þetta er líka bara svolítið svona, þetta vendaratrið. Það var ekki jafn hættulegt að vera í umferðinni þegar ég var alast upp, hún orðin hættulegri og einhvern veginn, perrarnir orðnir einhvern veginn sýnilegri og aggressívari heldur en að þeir voru þá, sko. Og þetta svona bara, og líka, úlingsdóttur, sko, ég vil frekar, sko, fara eftir minnætti að stá sækjan eitthvað heldur sé eitthvað að brölda á hvað hún taka leigubíl hver að keirina leigubíl menna það, þetta er ekki ástæðlausu, þetta er ofvendun en bara maður getur ekki annað en reynda að ofvenda bönni sín og svo erum við samfélagsmiðlarnir og interneti bara búið að búa til annan heim bara svona veruleika sem er komin yfir okkar veruleika og maður veit svona ekki lengur hvar bara alvöru heimurinn endar og hvar interneti byrjar sko. Var þetta ekki djúpt, Kolla? Nei, jú. Þetta var mjög djúpt, það er alltaf 15 útgáfur af hverjum einasta atburð og sannleika eða staðreind, sko. Einmitt, nákvæmlega. Og þú bara velur. Já. Og meina svo hvað þú veist með valdamesta mann í heimi, fórstu Bandaríkjanna, hann er þetta er eins og 10 ára gamalt barn sem bara sveiflast eitthvað til, hvað er ekki orðið hryðjuverk að skemma Teslu. Þú veist, ef ykkur rispar Toyotanu mína þá er það bara smábrot en ef hann rispar Tesluna þá er hann bara á leiðinni Guantanamo bara þú veist, þetta er bara út að skemma dótið hans vina minns. Hvað ætli sé verið að búa til marga svona reiða kallmenn á dag, bara með netinu? Ég veit það ekki. Nei, það er ótal margir. Og það er rosalega erfitt að vera í varnarlínunni sem foreldrar reyna að gera það fyrir þetta og tala skynsemi inn í þetta. Það er ekki. En það er líka, sko, það er ótrúlega margir kallmenn sem ég hef orðið vitna að tala það að konu séu orðnar og valdamiklar á Íslandi. Já. Á 3 vikum, heyrði ég 3 tala það. Já. Hvort það verði ekki hægt að stöðva þetta. Heyrði, já. Og ég rökk við. Já. Hvers konar viðhorf er þetta? Ég veit það ekki, ég hef svolítið lent í þessu líka. Þú hefur orðið varfið? Já, og þá, ég var nú að segja það á hann, Kolla, og ég nefndi það í síðast þetta, ég var að byrja að horfa þarna á Prime Suspect, 30 ára gamla þætti þar sem að Helen Mirren leikur sem sagt konu sem er að reyna að brjótast upp virðingarstíðan í lögreglunni og það eru sko allir kallarnir að reyna að bregða fyrir hennar fæti og afvega leiðan og eyðileggja fyrir henn allt mögulegt sko, að þeir get ekki hugsað sér að kona sér hérna og eitthvað gamall jálkur sko bara kona sér með minn, en nú er þetta hérna en sko þegar það voru bara kallar í öllu var þetta svona æðislegt þá, ég skil ekki en þetta er greinlega það er svo, við séum allir ef maður verið í einhverju varnar baróttu fyrir hvað? Að þú veist, vanhæfir lélegir pappastrákar, einhverju kallar þeir verða að vera biskup og forseti og forsetiræðar og borgarstjóri því að annars er alltaf ómögulegt Umræða fer alltaf út í öfgar sko. Þú veist, hún fór í eina öfgar fyrir nokkrum árum og núna er hún að fara í hinn áttina þetta er bara það er líka bara það er alltaf stimplega, þetta er svo einfalt þetta er alltaf einfaldur hvernig verður bara að horfa á einstaklingin þú veist, það fyllt af vanhæfum konum í stjórnarstöðum en ef það ekki bara horfa á hann fyrir vanhæfum einstakling eða kona, kall allir geðingar og vondir, allir arabar eru Hamas eitthvað og það var bara útrýma öllu þetta er alltaf bara svo heimst við erum okkur í ofur upplýsingu öld og þetta er öld heimskunar það er aldrei verið svona slæm þetta er galið en einmitt, því varst að nefna einmitt Kolla sko, hvað við erum áhrifagjöld þegar ég var krakki, ég úlingur 12-13 ára og fór ég að horfa á bókartmyndir og þú veist, ég byrjaði að reykja og byrjaði að drekka út af Humphrey Bogart og náttúrulega var alkoholisti og reyndi þá glímaði að reykja það var ekkert internet og það bara RÚV var að sína mér bíómyndir og ég fór að lesa ykkur bækur hvað heldur þið orðið mig ég væri Tóti í dag einmitt kannski sætur ekki hér sætur kannski ekstra annar staðar hraunir bara þetta var góðar umræður við erum ekki, Kolla, erum við ekki bara búin að koma Tóti, er þú með eitthvað, Kolla, er þú með eitthvað frábæran punkt sem við hefum ekki talað Nei, bara eitt, við gleymum að tala um að við erum að tala svo mikið um senuna konan sem leikur sálfræðingin þetta er Anna prinsessa úr The Crown
Nei, Jú. hvað segirðu? Í alvöru? Já, Ok. hún var rosalega góð. Hún var ansi góð, já. Vá, ég var ekki múin að tengja. Nei, ég tengi, takk fyrir þessa tengingu. Já. Vá, hún er mjög góð. Rétt að koma að þessu. Nei, hún var mjög góð líka sem Anna prinsessa. Já, nefnilega, sko. Nei, þessi leikari, þetta er nú eiginlega náttúrulega, sko, fæsta er náttúrulega mjög þekkt, sko, fyrir utan náttúrulega, hérna, Stephen Graham sem náttúrulega, eins og tölum á hann, er búin að vera allstaðar. Leik Al Capone í Boardwalk Empire og var í Tabu með Tom Hardy og tegum við Peaky Blinders þáttum, þannig að búin að vera allstaðar. En hinn er eitthvað, svo sem leikur mömmuna, hún er líka rosalega góð, hún er búin að vera í, hérna, hvað heitir þetta, Emmerdale Farm eða eitthvað svona bara sko, breskum svona sápuþáttum sko. Og svo Anna prinsessa og svo strákunum sem hefði ekkert leikið á þér sko. Og löggan líka. Já, hann hefði sagði svona löggan sko, svona leikur hann sagði sko að hann sko eiginlega sá eftir því að hafa tekið að þetta hlutur, hann grét okkur meinastu degi. Hann gerði það. Í alvöru? Já, bara grét yfir handritinu og grét bara við tökurnar. Jesus. En hérna hann bara sagði samt bara sko þegar Stephen Graham sem hann talar sem mentor segist vilja vinna með þér þá segir ekki nei sko. Nei. En hérna þetta tók á þetta fólk sko. Ég held að það sé best þegar maður horfa á þetta, horfa á eitt svona þátt og svo eitt mega marklu þátt. Já. Er það ekki? Horfa á hana í Los Angeles. Nei. Sko, ég horfði á einn þátt á kvöldi þannig að þetta fór 4 kvöld vegna að ég var bara, þið kannist við að þið horfðu eitthvað, það er úr ykkur allur kraftur, þeir eru bara máttlaus. Þetta er ekki hám áhorf. Nei, þetta er samt að þú ert að taka svo mikið inn. Já, og svo tekur þetta á, sko. Já, og leiður þetta dást á leikurum, þá ert að taka svo mikið inn og það er svo skrítið að horfa eitthvað, sko, þú veist þetta er leikið, en þetta er algjör raunveruleiki fyrir þér. Já, og það er þegar ég er alltaf að flýta mér, komast yfir svo mikið, sko, þar ég spurði Kollu, já, hvað, tekið þetta ekki bara einu kvöldi eða hvað, og Kolla bara, nei, það bara þarf að taka hlýja. Og tókstu hlýja? Nei, ég tók þetta á 2 kvöldum. Ok, já, það er hægt með það við þig. Já, það er líka þegar ég náttúrulega var alltaf að stelast í Prime Suspect inn á milli, sko. Já. Ég tók þetta á 4, bara eitt átakvöldi. Já, ég er álega hölgið það, sko. Já, ég veit fólk, sko, sem að horfði bara fyrsta þáttin og það var bara máttlaus líka. Já, þetta er alltaf mikið. Já, og svo, sko, þessi síðasti þáttur, þetta er náttúrulega krútlegt þegar það eru svo desperate þegar það eru að syngja Take on Me, sko, saman í bílum einhvern veginn. Mamma og pappa upplifa sokkabands árin og eitthvað reyna ríghalda í einhverja gleði í þessu öllu saman og svo bara loka senan, alveg loka senan þegar hann fer inn í herbyggjas serían endar á sama stofan byrjaði í herbyggi stráksins og pappin fer og hafa nú sem sagt, hann breyðir yfir bangsan hans, það var svona last minute, datt leikstunum allt í huga myndi gera þetta svona áhrifaríkara hann myndi breyði við bangsan og hann var búin að líma leiksturinn, límdi myndir af fjölskyldu Stephen Graham inn í skápurð á þess að hann vissi af því og þannig að hann er gaufast og þá sko sér hann börnin sín off kamera sko og hann segir sjálfur þetta af alveg náðan sko þá bara hann brotnaði sko ég bara brotnaði þegar þú segir þetta ég líka sko og fyrir utan það náttúrulega eigandi börn sko, að horfa á svona maður er alltaf að hugsa maður setur alltaf barnið sitt og sjálfan sig í þessu aðstæður og þetta er eiginlega bara þetta er ekki hægt sko og svo endar þetta á þessu fallega lægi og til þess að toppa það þá er þetta sem sagt stelpan sem að leikur myrtustelpuna sem að syngur þetta í loka þætti það er rosalegt þetta er rosalegt þannig að við gætum alveg endalaust haldið áfram en erum við ekki búin að svona nokkurn veginn ég er búin að setja mun lengur já, en þú bara far það er rétt ég var heim þetta er þú sýnir okkur skjólstæðingunum svo mikið sóma með að koma og 2 ára fresti já, við erum mjög þakklátir við vorum að rifja upp hvernig þú komst síðast það var í Krán þátt og það hefur sannlega verið áður en að fréttablaði fór á hausinn já, það var það varstu á hæðinni fyrir ofan já heldur betur. Já, hvernig var það? Þetta var svona 2022 segir. 2,5 ár síðan. Já, einhver leys. Eftir 2,5 ár verið ég 70 og þá get ég komið mig hverri viku leiku við. Já, það var nægu tími. Sko. Hljómar ekki eðla vel. Eru við ekki bara góðir, Tóti? Jú, ef við ekki samt að hvað er það sem við gleymum alltaf að nefna við náttúrulega Rekus sem að skýtur yfir okkur skjólshúsi og já við værum sennilega þá bara að taka þetta út á Hressó ef Tommi var ekki svona huggulega við okkur
og ég er, já hvað, hérna, já, Kolla, ég verð þá að skutla þér heim, ekki? Nei. Jú, þú þarft að skutla mér bara vel við hæfi, en það ekki bara hvað er þetta, viltu segja hvað meira? Nei, þetta er fínt, ég ætla bara hérna, skulum bara leyfa þessu þarna lægi að hérna að klára þetta drungalega lægi hinn myrta syngur það bara hvað Herðu, það er bara 27. mars næsti þáttur já, fylgist með og býðið svo spennt í 2 ár, þá kemur Kolla aftur takk Kolla, sjáumst bye. Watch them preach in sour lies. I would rather see